þá er komið að því. Ég ætla að kenna ykkur hvernig ég á að fara yfir brú. Göngubrú nánar tiltekið hér á Spáni. Hér er rampur. Hann er nú ekkert rosalega brattur þessi rampur, en það er samt, hann er langur. Þarna sést í hann hinum megin og þarna förum við yfir brautina. Þannig að við bara göngum svona hressilega, sjáum við svo skrefi sem ég tek. Og það er mjög mikilvægt og núttileg stoppasýningur að vera í góðum skóum þegar maður fer upp svona ramp. Því að þetta tekur vel á fæturnar og hér eru tré á rampinum, hliðina á honum, ekki á rampinum sjálfum. Eins og sagt er ekki á rampinum. Nei. Hérna kemur smá í jafnt, hérna er alveg bratt hérna, hér er jafnt hérna og byrja bratt aftur. Hér er eitthvað fólk. Það talar eitthvað útlenskt mál, mér heyrist þetta vera eitthvað mjög útlenskt mál. Ég veit ekki hvað þetta er, kannski spænska, sem væri mjög líklegt þar sem að ég er á Spáni. Jæja, þarna kemur kona með eitthvað annað yfirbragð á andlitinu, svolítið asískt, allt í góðu með það. Og hérna er fólk með aðeins öðruvísi andlitssvip, og já, þessi var að grætta sig fyrir allan peninginn. Hér er smá útsýnispallur, sennilega ekki útsýnispallur. Og við höfum hérna útsýni yfir fullt af húsum og örfáum trjám. Jú, og hér kemur maður, ég tók ekki myndband af honum, hérna er annar útsýnispallur, alveg 50 cm frá. Og hér förum við yfir hraðbrautina. Ef ég fer aðeins til hliðar þar sem ég var að koma upp hérna, þá sjáum við hérna er smá útsýni, aðalega yfir eitthvað órækta land, sem er bara fallegt. Og þarna er þetta fallega restaurant, alveg gríðarlega fallegur garður, þetta er eitthvað svona asískt, afskaplega fallegt. Og þarna er stórt hringtorg. Það er svolítið hringtorg hér á Spáni. Hér eru tvær akreinar í hvora átt og já, ég glemdi, nú er ég að labba eða ganga, hvort sem þið kjósið að segja. Og núna er ég búinn að fara með, nú er ég akkurat á miðri göngubrúnni, ég ætla að segja gangi, en það er þetta ekki rétt. En það er engin stíg, nei það er engin stíg hinum megin, það er bara svona stíg hérna megin, hvurslags andskotans hönnun er þetta, voru Íslendingar sem hönnuðu þetta, yfirlíkur fíflaskapur. Hann er maður, sjáu þið, hann er hugsa, treysti ég mér upp þennan stiga, hann er að ganga frá símanum, hann er ekki við sko, þetta er rosalega óráðið, hann er ennþá lítur undan og bara, og svo niður á síman, Jesús, hvað á ég að gera maður? Þessi stígi, hann er alveg gjörsamlega að fara með mig. Hvað mun ég gera, hvað mun hann gera? Já, hann tekur fyrstu skrefin. Já, og hann fór í fyrstu tröppuna. Og þvílíkt hvað það gengur vel hjá honum. Hér kemur ungur maður yfir brúna. Og nú erum við komin hér og hér er útsýnispallur yfir hérna tré. Já, tré. Og hér er pallurinn niður. Hinum megin. Og svona, og við göngum bara rösklega eins og sjáum við skugganum mínum. Ég er að ganga hérna bara rösklega og sjáum við lappirnar mínar. Svo getur maður alveg tekið svona smá sprett og hlaupið og hérna komið svona, nei heyrðu, hér eru 2 svona jöfnbretti eða stálþil. Það var bara eitt hinum megin. Þetta er náttúrulega bara svindl sko. Það á að vera jafn mikið því að nú er þessi rampur lengri en hinn, þar sem hann er með cirka 1,50 lengri plötur heldur en hinum megin. Hér kemur fólk á reiðhjóli og fólk með hlaupahjól og hann dettur. Og hvað gerist? Þetta er stórkostlegt maður. Hann náði að jafna sig. Jesús maður. En við verðum að snúa við. Sjáum við hann. Jú, hann fer upp rampinn. Þetta gengur allt gríðarlega vel. Það var ekki stór tjón og hann er bara mjög góður. Allir er að fara og þau líta við. Ég skil ekki hvernig þau þora því í leið upp rampinn að líta tilbaka og líta niður. Þetta er stórhættulegt.